Komið þið sæl. Í þessu myndbandi fyrir tíma 6 í kaflanum algebru ætlum við aðeins að fjalla munin á stæðu og jöfnu. Dæmin sem þið reiknið núna eru þannig að sum eru stæður sem þarf að einfalda og ef við byrjum á að kíkja hvernig stæða lítur út, þá er þetta dæmi eina slíka og þið sjáum að það er ekkert sama sem merki hér. Ef við hins vegar kíkjum á jöfnu, við fyrstu sýn er þetta mjög svipað, en nú er komið inn samasemmerki. Og þetta merki þýðir að það sem er sikkvora megin við merkið, að það er jafnt. Þannig að það sem er hérna vinstra megin, þarf að vera jafnt því sem er hægra megin. Það er svona kallast þetta jafna. Og þetta er ekki eini munurinn, það er líka munur hvernig maður leysir þessi dæmi. Við byrjum á að skoða stæðuna sem er hérna vinstra megin á skjánum. Þá yrði hún einfölduð og við einföldum stæðuna eins og almenn brot. Við þurfum semst að byrja að fá sama nefnara, eða samnefnara, hérna niðri. Og til þess að það gerist þá þurfum við að lengja brotin, eða lengja stæðunar. Og nú getum við lagt saman teljarana fyrir ofanstrygg og sett þetta upp á eitt strygg. Hugsanlega er þetta að taka út úr í sviga og stytta, það er í sumum dæmum en ekki þessu. Þannig að hér erum við komin með svar. Þannig að ég byrja með stæðu og svarið er líka stæða. En skoðum nú jöfnuna. Til þess að leysa hana er gott að reyna að losna við nefnarana. Ekki lengja til að fá samnefnara, heldur bara að losna við þá í burtu. Og þá verður jafnan þægilegri til að leysa í framhaldinu. Og ef við klárum að leysa þessi jöfnu, þá enda ég með svar sem er töluvert ólíkt svarinu við stæðunni. Hér er ég komið með svar sem lítur svona út. Ég er búinn að finna hvaða tala x getur verið. Og þannig eru jöfnur leystar. Stundum eru til jöfnur sem eru óleysanlegar eða jafnvel eru leystar með tilliti til annarra bókstafa. En við erum ekki spáðið það á þessu stigi. En aðalatriðið með þessu myndbandi er að þið áttu ykkur á því að ef þið byrjið með stæðu, þá vil ég fá svar sem er stæða líka. Ef þið byrjið hins vegar með jöfnu, samansmerkið í því, þá vil ég fá svar sem lítur svona út. Hvaða tala er x? En þetta er ekki lengra í bili. Ef þið viljið rifja upp hvernig þið einfaldið stæður, þá þurfum við bara að kíkja á eldri myndbönd og til dæmis fyrir bók 5 í kafla 4. Þar er hægt að horfa á tíma númer 2 og 3 til að rifja upp stæður, hvernig þær eru einfaldar. Og ef þið viljið rifja upp hvernig þið leysið jöfnu með tveimur ólíkum nefnurum, þá er gott að kíkja á sömuleiðis kafla 7 í bók 5. Líka í bók 5 hérna. Og það er þá myndband eða tími númer 10 sem sýnir þetta. Þannig ég ætla ekki að reyða tíma að fara yfir þetta aftur, því bara flettu upp í þessum myndböndum ef þið viljið rifja þetta betur upp. En takk fyrir mig í bili og gangi ykkur vel.